Þessi þáttur í boði Bíóparadís sem vissulega besta kvikmyndahús á Íslandi, í Evrópu og í heiminum. Einstutt auglýsing hér, Barna kvikmyndahátíð 2024, þetta núna á næstu dögum 27. október til 3. nóvember, alþjóðleg kvikmyndahátíð fyrir börn og unglinga. Verndari hátíðarinnar Vigdís Finnbogadóttir, ég veit ekki hvað verndari þýðir en hún verndar hátíðina. Þetta tækifæri til að sjá góðar barna- og unglingamyndir sem fara annars ekki í sýningu annars staðar á Íslandi eða bara fara ekki í sýningu á Íslandi. Þannig að þetta eina tækifærið til að fara með krakkana eða unglingana í bíó, rífa krakkana og unglingana burt frá TikTok og YouTube og öðrum tækjum og hlamma þeim í þægileg sæti í Bíóparadís og horfa á góða mynd. Ekki bara fyrir börnin sjálf, heldur líka fyrir fjölskylduna. Þetta bara góð stund fyrir fjölskylduna til að fara saman í Bíóparadís á dögunum 27. október til 3. nóvember. Dæmi myndir, við erum að tala Beetlejuice. Þessi mynd verður sýnd bæði sem fjölskyldusýning, líka sem partysýning. Ég held hún sé 27. október en tjekkið á því. Við erum að tala E.T. Það Phone Home E.T. Hjól sem flýgur, allt þetta. Byttust laufur Einar Áskell. Hver mann ekki eftir Einari Áskelli? Og síðan Honey, I Shrunk the Kids. Þessar gömlu góðu myndir og fleiri nýjar myndir. Margt gott stöf í boði. Kíkið á þetta og fleira á bioparadis.is. Síðan það gott fólk, heimsendafjölskyldan. Það eru 3 loftsteinar í heimsendafjölskyldunni, Þorgeir Pálsson, Discover True North og skilaboð til alheimsins. Maðurinn laginn við að lista upp vandamálin sín en hann kann illa að reikna hamingjuna. Þetta Fjodor Dostojevski, besti höfundur í heimi. Takk fyrir stuðningin. Þið hinn sem ekki búin að skrá ykkur á Patreon, tjekkið á því. Það ókeypis í 7 daga, patreon.com/, heimsendir, tjekkið á því, prófið það. Annars þessi þáttur opinn í boði Bíóparadís og heimsendafjölskyldunar. Gott fólk, verið velkomin í þátt nummer 136. Það hlaðvarpið heimsendir sem heilsar hér úr Skerjafirðinum, tómarýmið og frumraun til að taka upp hérna í tómarýminu. Vonandi hljómar það ekki oft tómt því að hingað komin góðu gestur. Það uppistandarinn Bolli Már Bjarnason, vertu velkomin. Ja, takk fyrir. Ég nefnilega held að soundið hennar sé gott, sko. Það ekki? Jú. Ég hugsaði þegar ég kom inn að þetta svolítið dempað og gott. Já, þetta hérna, og líka þú veist þessi nýju hljóðnemar, eða nýju skilur, þetta bara eitthvað dót sem ég keypti í Japan. Já. Sko, örugglega frá Kína líka, bara Alibaba. Drullu gott stöf, skilur. Þetta ekkert vesen, þú veist. Það góður. Þetta hérna, og sko, ég var í Japan fyrir 3 vikum og ég ætlaði að eyða svona 500.000 í tækjabúnað af því að það svo mikið ódýrara að gera það þar. En ég bara kláraði kreditkortið. Já. Það svolítið hennið, sko. Já, þetta kostar allt saman, sko. Það næsand með ráftæki, svona sjónvarp og dót. Þetta þarf ekki, það nokkur ár síðan og þú þurftir að eyða svolítið miklu pening til að fá gæðið sem þú vildir. Já. Nú þetta eiginlega bara allt gott, sko. Ángríns, og þess vegna getur hver sem gert nánast hvað sem Ég svolítið bara að hlusta á gömul hlaðvarpsviðtöl. Já. Eitt á Joe Rogan og eitthvað svona. Og þú veist, bara á kannski 5 árum eða eitthvað. Þá svo rosalegt hvað fólk búið að, eða hvað viðhorf fólks búið að breytast gagnvart tækninni, skilur. Þú veist, þá var það sama, allir geta gert allt, skilur, en þá var svona, eins og í fjölmiðlum, þá voru fjölmiðlar að byrja að consolidata og skilur byrja að einhvern veginn fækka litlu gaurunum og svona verða bara þessi stóru nöfn, sko. Og nú hefur maður séð hvernig það hefur þróast og sérstaklega með samfélagsmiðla. Þannig að svona, þannig að hver sem getur gert eitthvað en það rosa erfitt að skera í gegnum. Það margt í gangi. Allir að öskra. Já, það allir að öskra, sko. Og það bara út allt, sko. Ég veit, sko, þú veist, talandi öskra. Þú veist, það svona síðasta sem íslensk þjóð þurfti núna eitthvað fucking kostningar, sko. Bara leið okkur það stutt jól, leið okkur að halda jól, hátíð jól.
Við erum með Bandaríki, þú veist, það er verið að fara að kjósa þar Já, og við erum alltaf kanamellur, já, þannig að þú veist, við verðum með hausinn í því líka já. og svo er stríð út allt og ég er bara svona, ætlum við að fara að bæta þessu við? Já, ég veit það ekki. Ég vorkenni ekki, ég vorkenni einmitt, sko fjölmiðlafólki sem býr við það fasta form að þurfa að kofera ákveðið mikið af þessu. Já, Við sko við. já, Fyrir, sko, til samanburðar eru bara hlaðvarpar sem geta sagt bara, hvað finnst þér forsetakosningar í Bandaríkjunum já, og svo bara ef við nennum ekki að tala meira um það, þá er það bara búið, skilur. já. En þú veist, eins og MBL og heimildin og eitthvað svona, þú veist, það er bara þau þurfa að vera á vaktinni bara til að kofera þetta, sko. Já, og komið alla tölfræði og bara tölulátina og allt Já. og bara, þú veist, Já. þetta er bara endalaust og bara hverju degi og bara, þú veist, já, þetta er hræðilegt. Hversu margir smituðust í dag? Ekki minnum það. En ok, þú ert sérst uppstandari, Já. þú varst með uppstand í síðustu viku. Á föstudaginn? Já, Ölver, Já, hvernig gekk? ógeðslega vel. Já. Það var svona mitt svona fyrst skipti sem ég er svona bara, heyrðu, ég er heldur góður, sko. Já, ok, geðið, já. Ég veið fæst í geggjar Já, geðveikt. og ég fekk rosa gott feedback. Ertu með eitthvað svona, þú veist, sem þér er hugleikið þema efni þessa dag? Þessa dagana, Já, þetta er svolítið samtíningur, ég var að tók nokkuð svona tilraunarkvöld í Sigursalnum Já. fyrir sumar, bara í vor, já, síðustu vetur og vor og ég var að taka svona besta sem ég fannst því og bæta bara við hluti sem ég bara verið að pæla í sumar, sko. já, Og þetta var ekkert, sko, ég var bara að pæla í gaslýsingu já, og pæla í BDSM og þeirra svona þeirra baráttu, sko, ok, hvort þú make a sense og bara áhugamál kallmanna og hvernig það snertir eiginkonur áhugavert, og bara svona hitt og þetta, bara ég vorkin eins og mörgum konur, sko, þú Já. veist, ég þekkir mikið af mönnum sem eru bilaðir, sko, já, og já, og svo var bara pæli hérna þessu, ég er svona, já, bara svona sem er í kringum mig í mínu lífi og í samfélaginu. já. Hvað er átt þú þér áhugamál sem er erfitt fyrir eiginkonur þína? Nei, í raun, þú veist, ég veiði og fer að golf og svona, Já, þú veist, það getur verið tímafrægt. já. Það er alveg vesen, sko, En það er náttúrulega, þú veist, en hún er mjög skilninsík á það. já, hún líka bara, eins og veiði er útivist, Já. smá, sko, hreyfing og Já. sko, núvitund og það fyrir náttúrulega eftir hvernig maður fer að því, þú veist, ég meina sumir náttúrulega liggja bara á bakkanum í bjór, skilur Já, ég núna til dæmis er að, þú veist, það er fyrsta rjúpuhelgin núna næstu helgi Já, og ég bara, þú veist, ég er svona, ég geti farið að gráta núna Já. bara yfir í hvað ég er spenntur að hætta að vera þessi aumingi sem ég er bara í miðborg Reykjavíkur og bara þessu lífi sem ég lifi sem er einhvern veginn bara streituvaldandi og ofta tíðum ekki nóg gott, sko, já, og að bara fara upp á fjall og vera bara í þessu og vera bara að leita fuglu til að drepa, sko, þú veist, mér finnst ég vera komið svo langt frá manninum í mér já. að ég hamingjustuðli minn, hann hækkar rauntíma bara leiðu ég mættur Já. og svo bara, þú veist, fer ég með þetta inn í jólin og í jólabatt, sko, nóvember og desember er eiginlega besti bollin, Já, þú veist, þá er ég upp á mitt besta, sko. já, það er áhugavert, sko. Mm. Ég tók einhverja pælingu á flug í sumar sem var eitthvað á þessa leið. Á sumrin ertu að veiða og safna forða Já, og á haustinu vantilega líka af því að Já. þú veist, nú erum við erum á Íslandi og veiðin eins og fyrir rjúpuna er svona seint um haustin, sko, seint á haustin. En svo á veturna á maður bara að vera liggja undir feld, fara í baðhús, lesa bækur, hugleiða og leyfa sér að pæla í stórum hugmyndum og spurningum frekar en að vera eitthvað að reyna að vinna rosalega mikið af því að þú veist, veturinn er kannski ekki bestu til þess fallin að vera mjög aktífur í vinnu, það er þetta fyrir eftir hvernig vinnan er. Nei. En mér finnst þetta mjög heillandi pæling að Já. nýta sumrin svolítið vel, sko. Já, og vera svo veturinn einmitt, þú segir baðhús, sko, vera í sánun og vera í pottinum Já. og lyfta loðum og eiga svo mjög róleg kvöld. Já, Já, þetta er gott, sko. stutta vinnudaga Já, og róleg kvöld Já. og taka góða 3 tíma í ræktinu, við sko, Já, taka 2 tíma rækt og klukkutíma í sánu, Já. sko. þegar maður nær því þá líður manni vel. Það er bara, sko, að setja inn þannig tíma er
aldrei tíma sóun sko. Ég segi sko, margir eitthvað svona, ef ég myndi allt í einu vera milljarðarmæringur, ég bara myndi missa alla metna fyrir sjálfum mér og eitthvað svona. Fyrst þá er ég fullkomin sko. Já. Það myndi henta mér rosalega vel að þurfa ekki að vinna neitt. Ég væri bara frábæraðni sko. Ok, tölum aðeins vinnu. Hvað hvað þarft að vinna? Það ekkert að vinna eitthvað rosalega. Ég ekki að móka skurðið sko. Nei. Ég bara mæti á mótana. Já. Gera þetta sem við erum að gera. Já. Nema bara svona pródúsera það sniði og bara þetta stuttar innkomur og hressleiki og bara í morgun útvarpi. Já. Og sinni því frá 6 til 10. Ok. Svo maður bara undirbúa þáttinn og eitthvað inn á samfélagsmiðlum og svona. Og hvað ertu að vakna snemma fyrir 6 mætingu? Það bara 5:30. Já, ok. Svo bara 20 arbeigur bara til að gera þig í gang. Ég bara maður, þú veist, það ekkert annað þú veist, ég vakna alltaf og ég bara á lappir. Já. Og mér líður stundum þegar ég að vera sem hvað mest geðveikur bara mér líður eins og ég sé alltaf að vakna. Já, ég bara alltaf að standa upp og ég bara svona, þetta verður enda að taka sko. Já. Og svo bara, svo vinnjum helgar og svona hitt og þetta, þú veist, maður að gera bara alls konar sko. En ég þarf samt alltaf að vera að passa að sé að koma inn nóg peningum skilur. Já. Þannig að það er einhvern veginn svona drifkraftur mikill líka sko. Finnst þér hvað getur maður sagt? Finnst þér, þú veist, finnst þér eitthvað neikvætt við að vera ekki með það sko kannski fjárhagslega öryggi að vera með bara 9-5 eða bara alveg fasta vinnu? Hefur verið með 9-5? Já, oft sko. Ég er í rauninni, ég hef launþegi sko. Já. Og verktaki, þannig að mér finnst ég verið líka bara verktaki. Já. Og það þetta streituvaldandi. Já. Þú veist, það er hæðir og læðir sko. Ég þekki það. Já, það er bara, þú veist, það er flókið sko. En það er náttúrulega, samt, þú veist, rosalega sterkt í mér að vilja bara vera þannig. Já. Þú veist, vera alltaf einhvern veginn, vera alveg frjáls í því sem ég gerir sko. En þú veist, svo þegar þú komið kreditkortareikning og eitthvað, þú veist, þá er það ekkert, þá ertu langt frá að vera frjáls sko. Það er rétt sko, það er rétt sko, og náttúrulega bara líka borga af húsnæði og borga af bíl og allt þetta sko. Þetta er líka endalaust og útgjöldin eru líka bara orðin heldur há sko. Þannig að maður getur ekki slegið slugu við. Ég heldur reyndar að þetta þá cirka 50% launþegas, 50% verktaka pæling? Já, núna? Já. Þú veist, ég er með helming launar í útvarpinu og svo. Mér finnst það þetta mjög næs sko. Já. Ég get alveg, veist, ég bara í fyrsta sinn í mjög langan tíma, þá fór ég í gær á skrifstofu AKA heim til og afa, skilur, og fekk bara 3 klukkutíma engin tröflun. Við erum semst með 11 mánaða strák heima. Þannig að þú veist, maður er oftast nær bara að vinna í klukktíma hér, klukktíma þar. En að fá bara 3 tíma, bara engin að tröfla mig og ég get bara, þú veist, lock in, ég var með noise cancelling, Fred Alone, eitthvað DJ set, skilur og ég bara kom svo miklu í verk. Þú veist, ef ég gæti unnið sko 4 tíma dag í þannig 100% fókus og restin svo eitthvað slitrótt, eitthvað verkefni hér, stundum á kvöldin, stundum þar eitthvað. Þú veist, það væri held ég svolítið fullkomið, sko. Já, en þetta er líka, sko, þú veist, ef maður fókusa bara í klukkutíma, þá kemur heldur miklu verk, sko. Ángríns. Og ég held að við sem að tapa þessu svolítið, sko, ég þarf að hafa allan við til að fókusa, sko. Já. Ég er símafíkill. Já. Og ég er svona bara, og ég meðvitaður það sem er í gangi í umhverfinu mínu. Ok. Og ég er bara svona hægt og rólega að eyðileggja mig, sko. Já. Þannig að ég er stefni að því að batna og finna lækningu við þessu öllu, sko. Já. En þú veist, nútíma samfélagi er að breyta mér í aumingja, sko. Það er bara fakt. Hvað gerir í símanum? Skrolla bara. Instagram? Já, Instagram X? Já. Það er nú ekki góður vettvangur. Sko, ég er búin að sjá mikið af fólki deyja á Twitter bara í vikunni. Sko. Menn að slást á götum Bandaríkjanna og ég er alltaf bara, þú veist, þetta er bara ógeðslegt. Ég veit það. Og ég er fastur í þessari lúppu. Stundum næ ég einhvern veginn að komast út úr þessu.
Já, svo detti alltaf aftur inn og þetta er bara, þú veist, það er allt annað sko. ég veit það. Þetta er sick. Þetta á Snapchat. Nei, ég reyndar ekki. Þú veist, ég er með ykkur reyða, ég fer eiginlega aldrei þar inn sko. Ég er búin að henda því út, sko, Já. fyrir löngu. Ég er á X, ég er mjög sjaldan þar. Ég finn það bara leið og ég fer þangað. Möskan er búin að breyta í algjörna víguvöld sko. Já, algjörlega, sko. Það er bara free speech, hard everything goes. right, hard left. Já, og svo bara klám og ofbeldi sko. Já, einmitt. Ég meina, þú veist, ég er alveg á því að það þurfa að vera samastæður fyrir alls konar fólk, sko. Já. En maður þarf að vera mjög, sko, svona í mikilli núvitund þegar maður er að skróla X, sko. Maður þarf að vita alveg hvað efnið er svona verið að bera á borð fyrir mann, sko. Já, þú veist, þetta er, þú veist, þetta er fótbolti, þú veist, þannig sem svona, ég fer hann inn út á fótboltarum. Já. Svo allt í einu verið að róta eitthvað gæja okkur hafnabóltaleik í Bandaríkjunum, ég byrja að horfa á það. Já, einmitt. Svo bara, er dottin inn. Algoritmin bara. Sko, ég fer á Instagram og sérstaklega á sömrin til að horfa á stangveiði. Já. Mér finnst svo skemmtilegt að sjá svona lítil myndbönd af einhverjum gæja eða gerlum með GoPro á kassanum, skilurðu, að veiða fisk. Mér finnst svona Instagram virka mjög vel fyrir það. Ég nenni ekki að horfa á 30 mínútna myndband af einhverjum að landa fisk. Nei. Ertu ekkert á TikTok? Aldrei fara á TikTok. Nei, ekki fara á það. Diaoyu. Já. Það er kínverska heitið á TikTok. Já. Þau með sitt eigið það? Já, þú veist, TikTok er náttúrulega bara kínvest, sko. Já, einmitt. En ég hef heyrt að, sko, bandaríska og vestrana TikTok sé bara fólk að dansa mjög skrýtna dansa. Sexy dansar, sko. Sexy dansar og bara eitthvað, ungt fólk, ungar stelpur. Og eitthvað svona, þú veist, maður þetta er væn og eitthvað svona, einhver derivative húmor þaðan kannski. Já, þetta er rosa, þú veist, það er margt sniðut hana. Já. Og svona ungir kreator sem er búið til ógeðslega skemmtileg content, það er ógeðslega hratt. Já. Ótrúlega svona bara, þú veist, gjör svo vel, nútíma mikið, hérna, Já. þú er búin að matra þetta, þannig að þú þurfur ekkert að hafa fyrir neinu, sko. Nei. Og ég fíla það. Já. En já, ég hef oft hent TikTok og komið aftur og svo er ég einhvern veginn að róta þessu bara, sko. Svo er líka bara Facebook, sko. Það er náttúrulega verst, sko. Eða, þú veist, það er ekki verst, en það er einhvern veginn... Það er svo skrítið staður. Já, sko, að skrolla þar, ég rekst aldrei á neitt gott, sko. Nei. Það er bara, langir skrýtnir pistlar og... Já, fólk með rosa margir með skoðun, sko. Já. En með Instagram, að explore þar er mjög fljótt. Þú skoða 2-3 úr, Já. þá er bara allt orðið úr. Já. Þannig að þú stjórnar þessu mjög hratt þar. Ég veit það. Og ég var búinn að fullkomna explore mitt bara stangveiði. Svo kom, núna síðast þegar Íran og Ísraelar voru að skiptast á flugskeytum. Já, einmitt. Og byrjaði að koma einhver vídeo og ég asnaðist þegar klikka nokkur. En hvað á maður að gera? Ég Þetta veit er bara, þú veist, maður bara, þetta er bara alvöru. Það eru bara að negla alls konar bombum yfir. Ég verð að sjá það. Bara fólk að taka upp sprengingu með snjallsíma. En varst ekki hissa hvað þetta er? Lítur út bara eins og eitthvað svona ílur. Þetta er að koma. Maður er svona, það er ekki kraftur í þessu. Nei. Ég held að það væri bara Einmitt. En svo er nefnilega líka, sko, svo eru líka einhverju meistarar að inni að nota gervigreind til að, sko, deepfakea þetta. Já. Svo er það maður. Já. Það er hella. Já. Maður þarf náttúrulega bara að vera ótrúlega meðvitaður, sko. Já. Ég hef ekki ennþá rekist, og kannski er það bara því ég vissi ekki að það væri fake, en ég hef ekki ennþá rekist á eitthvað sem er fake, en ég held að væri raunverulegt, sko. Nei. Þetta er ennþá svona smá skrítið, sko. Já. En það er rosa stutt í það. Já. Og það er scary. Já. Það er líka smá frelsandi. Já. Svona, hvað er þetta þú þannig blindfullur að kúka á yngastörgum? Nei, deepfake. Ekki halda, í eina sekúndu ég myndi gera þetta. Það er þetta rétt, sko. Það er plausible deniability og allt bara. Það er ekki aðeins fyrir manni sem ég, sko. Já. En sko, skotuðin er að byrja. Ég er mjög sáttur við það líka. Ertu í því? Já, ég er samt bara tiltölulega nýbyrjar. Ég hef bara farið svona kannski 5 sinnum á rjúpu. En ég fekk, sko, afi minn gaf mér 2 byssur. Baikal frá Sovjetríkjunum. Ég var með Baikal. Já. Hún er geðveik. Hún er geðveik, sko. Hún bara klikkar ekki. Hún klikkar ekki, hún er frá bara líka, þú veist, bara eitt af síðustu batsinu áður en að runnundir lok. Hún er massív. Já. Hún er geðveik.
og svo fekk ég sko Mossberg eða eitthvað, það einhver bandarísk sko, hún Bolt Action Bolt Action sko haglabissa, sem ekki eitthvað sem sér á hverjum degi. Ég ekki meðhandla þannig. Nei, hún mjög góð. Það bækarinn væntanlega first choice á rúbunni. Já, bækarinn mjög góð sko. Þetta hérna, og ég svona, því ég aðalega í þessu til að borða, eða þú veist, og reyndar líka eins og þú segir, að fara upp á fjall og vera þar í svona 10 klukktíma á labbi, skiljum. Það bara geðveikt. Koma niður og vera bara sama allt. Já, einhvern veginn. Og bara, þú veist, svona notalega þreyttur og kaldur og gott að koma inn í hús og fýra upp og svona. Já. En ég hugsa svona 5-10 rjúpur, það markmiðið í vetur fyrir mig. Já, ég bara svipa, ég svona, ef ég fæ 8 rjúpur, þá ég bara mjög sáttur. Sko. Já, það þarf ekkert meira og ég vil borða þetta og ég vil alls ekki að þetta fari til spillis. Nei, það nefnilega sko, það mikið þörf bara í minni fjölskyldu að þessu veita rjúpur. Já. Þannig ég og bróður minni, við erum sko, þú veist, það góðu tilgangur í að við þurfum að fara að sækja matinn sko. Já. Og það náttúrulega bara eitthvað sem, það líka bara eitthvað svona gamalt frumeðli sem við erum eitthvað búin að kveðja sko. Já. Nú bara ringjum á Volt og það mætir einhver mistari með brúna bréfpoka sko. Já. Nei, sko 23. desember það að reyta þá eða? Já. Eða hamfletta kannski frekar? Hamfletta og drekka bjór. Já. Þorláksmessa bara minn uppáhaldsdagur. Já. En ég á það til að missa mig á Þorlák. Heilaða Þorlákur hefur tekur sér oft bólfest í mér. Og leikur mig grátt. Hann ég fyrir svo rosalega gýr sko. Já, hvað þingujólega? Já, ég æðilega verið þunnur á aðfakata. Það hefur breyst, skrifum með tilkomu bara barsismís. En ég fór alltaf bara, þú veist, það var bara hamfletta og Jameson og svo fór bara í bæ með vinum mínum og bara var að syngja tralla á ölstofunni og syngin jólin og þetta var bara eitthvað algjör hátileiki og eimd eitthvað nefnd og bara allt, bara alla tilfinningar og allt, ég elska þetta. Já. En það ekkert eitthvað, þú veist, rosa gaman að vera þunnur aðfakata, en þetta samt dagur sem það mjög auðvelt. Þú ert bara að borða og drekka rauðvín. Sko. Já, reyndar. Ég alveg master í því bara, þú veist, þegar rauðvín að anda þá bara fæði mér einn áreitt Þetta hljómar auðvitað mýla. En þetta eiginlega ekki lengur svona, sko. Maður samt ekkert, sko, maður náttúrulega ekkert mikið úti, þú veist, ég einu sinni farið útilegu 21. desember. Það var reyndar yndislegt, við grófum okkur niður í snjó, gerðum bál, vorum með félagi minn hálf franskur sko, hann kom með eitthvað foie gras og eitthvað kjaftaði sko, bara eitthvað ost sko og við bara, þú veist, sátum hann af eldinn og átum það á stysta degi ársins en annars maður ekkert mikið í ykkur útivist eða eitthvað svona, maður mest bara inni í sófanum, kertaljós, tónlist, þú veist og fyrir mér endar Þorláksmessa aðalega bara skatan. Já, ég nefnilega, ég reyndar núna var fyrir vestan sko og þá fór ég í skötubóð. Já. En það var líka bara púrtvín og þú veist. Já. Það var líka Þorlákur náði mér þá líka sko. Hann svolítið sko, lúmskur. Hann gróðu ykkur hún í snjó. Já, við sko sem sagt, af því að hitinn frá okkur hefði einhvern veginn sko brætt snjóin og það hafði alltaf orðið blautt þannig við basically bara grófum okkur niður í En af hverju voru jörðina að gera þetta? Bara allir að prófa sko og bara gaman basically, af því þú talar við erum svo pamperuð og ölumst upp í bómöllar og allt það mér langar bara að vita hvort maður myndi deyja ef maður myndi sofa úti ískalda frostnótt. Og var frakkinn til í þetta? Já, hann er bara Íslendingur sko, en hann er bara meiri rugludallir ef eitthvað sko, hvað þetta varðar. Hann er líka skotveiðifíkill og eiginlega miklu meiri skotveiðifíkill en ég. Ég sem sagt stangveiðifíkillinn í okkar sambandi og hann er skotveiðifíkillinn og svo gerum við þetta allt saman. En hann er, þú veist, hann er algjör dellukall og á þetta allt saman. Ég nefnilega, sko, málum, ég svolítið skrítinn, sko. Ég til dæmis, þegar þau sagt, við erum að fara að grafa ykkur í snjó og eitthvað, ég bara góð skemmtun. Ég ekki komið með.
Já. Ég get alltaf tjaldað og svo, þú veist, ég alveg vonlaus, Já. þú veist, og ég svona alveg dellukall, en ógeðslega lélugur til dæmis, svona, þú veist, að það fara að redda ykkur, ég ekki að fara að redda því. Nei. Þú veist, allir hinnir eru líklegri, þú veist, ég síðastu spurður, ef það bara, geturðu opnaði græði þetta, þú veist, þeir sem er búin að þekka mig lengi, þeir rétta mér aldrei neitt til að fá ykkur hjálp, skilur við. Það kemur að finna út ykkur. Kanntu að flaka fisk? Nei. Nei. Ég er svona unnið, þú veist, í London og í fiski og svona, en það bara stapla kossum og eitthvað svona, þú veist. Já. Og ég er svona, ég hef algjörlega gefist upp fyrir alls konar dóti, sko. Já. Eins og bara finna út úr hlutum og alls konar, sko. Já. Tapa þeirri getu og hef bara aldrei haft hana, aldrei lært það. Bara komast upp með það, sko. Já. Ég er mjög vanhæfur af mjög mörgum sviðum, mjög mörgum, en með svona, en góða svona félagslega hæfileika og það bjarga mér, sko. Þetta er bara, ef það er 100 manna þorp, skilur, og 100 gaðurar, þá þurfa einhverjir að vera í því að flaka, aðrir í því að smíða, og sumir eru bara að skemmta fólki við varðeldin, sko. Já, ég væri bara eitthvað í því, sko. Já, bara hvílaði á daginn og safna hugmyndum og svo bara kveikja maður eld og... Þá mæti ég alveg mann að ferskast. En sko, ertu í laxveiði eða líka? Þú veist, ég hef ekki mikið verið miklu meira verið að skjóta. En já, ég fór undir bara einu sinni í sumar og ég er meira svona bara að sýna svo áhuga og langar að bæta þessu við og þegar mér býðist að fara það fer ég og allt þannig. Sko, að því að silungurinn, það er oft með silunginn þá færðu bara meira af fiski, sko. Og getur drepið hann og étið hann og þá er gott að kunna flaka. En svo líka förum við alltaf félagarnir vestur á Tálknafjörð á hverju sumri og veiðum þorsk og ég sko flaka öllu jafna allt saman af því að þegar við erum búin að veiða þorskin og fara með hann í land og ég er búin að rigga upp skilur flökunarborðinu og öllu skilur og þá eru strákandi kannski búinir með 5 bjóra, sko, þá geta þeir ekki verið að flaka, plús þeir kunna það eiginlega ekki, sko. Þannig að þetta endar ofta því að ég er í svona 3 tíma að flaka, sko. En þú strækar með sem gæðin sem svona þú veist, þú tekur ábyrgð svona aðstæðum. Já. Og svona, þú veist, það er skát í þér. Já, algjörlega. Og þetta er náttúrulega, sko, það er sumarhús fjölskyldu minnar sem við erum og þannig að ég ber svolítið ábyrgð á því líka en svo náttúrulega tek ég allan fiskinn heim, sko. Við fáum nóg í fisksúpuna og svo tek ég bara rest. En mér finnst það svo geðveitt, sko. Ég er bara, nú er þetta í nóvember og veist, ég á fisk út árið. Bæði þorsk og silung. Og síðan nýti ég skiluru hausefna bæði af þorsknum og silungnum í soð, gerir fisksúpu og veist, bara, ég elska svona dót, sko. Já, en þetta er líka, þetta er svona, þú veist af þessu hana. Bara svo við fórum með bróðum minnum á hreindýr og svo fengum við, þú veist, svo bara átti maður fulla fristi af hreindýrakjöti. Það er eitthvað svona, þú veist, þó maður viti maður það er eiginlega ekki alveg á því að halda. Það er þetta samt eitthvað svona öryggistilfinning sem er svona smá eins og maður sé aðeins heilbrigður, sko. Já. og líka bara talandi sko nafnið á þessu hlaðvarpi heimsendir, þú veist, mér finnst mest skemmtilegt að taka til í geymslunni minni og gera hana svolítið svona prepper, sko. Vera með, ég á exi, ég á náttúrulega sög og alls konar, og ég er svona áhuga smiður, sko, ég er búin að smíða húsgögn og hef svona stærsta verkefni mitt var að smíða, sko, king size hjónarum sem er bara, þú veist, kom rosalega vel út og ég á, þú veist, eins og þegar ég bjó í Tókjó var alltaf að segja við konur mína verðum að kaupa okkur svona P95 grímu, skiluru, við verðum að kaupa okkur dósamat og 100 lítra af vatni og hafa inn í íbúðinni af því að ef að Fuji gís þá er það ekkert grín. Nei. Og hún var bara, hvað er að þér, maður? Hvað er Pælið þessu, sko. Ég er alveg hennar megin í þessu, sko. Já. Þú veist, ég nenni ekki að, þú veist, búast við því, sko. Nei. En svo eru sumir sem bara, bara finnst það bara ágætis hugmynd, sko, að það geti gest, sko. Já, sko. Finnst þér að frelsandi pælinga að það geti komið gest eitthvað fokk? Nei, mér finnst náttúrulega bara meira skemmtilegt að pæli í hvert maður myndi undirbúa sig og hvað maður myndi gera. Já, ég er sko eitt sem ég og bróður minn og einn annar keyptum saman riffil um dag. Já.
Það er sterkt. Já. Þetta því að, þú veist, mér er líklega að við séum að fara í eitthvað rugg, þú veist, ekki að móðu jörð sé að fara að pakka hverju saman, heldur bara að verði heldur átök, sko.